Í september síðastliðnum kom út bókin Fósturmissir, ein af hverjum 3. Eins og titillinn segir, þá fjallar hún fósturmissi, sem mér nær að halda að, eftir að hafa kynnt með málið aðeins, sé best geymda leyndarmál þjóðarinnar. Höfundar bókarinnar eru 3, allt konur sem starfa við Háskólann á Akureyri. Í þessum 3 þáttum ætla ég að ræða við 2 bókarhöfunda, Júlíu Ósk og Sigfríði Ingu, ekki bara þeirra eigin reynslu af fósturmissi, heldur tilurð bókarinnar. Að auki mun ég ræða við 5 ungar konur reynslu þeirra af fósturmissi. Þær segja okkur sögur sínar sem allar eru áhrifaríkar hver á sinn hátt. Ég tel það alveg þess virði að fylgjast með. Já, ég heiti Júlía Skandursdóttir og ég er lögmaður hérna á Akureyri og jafnframt kennari hérna við Háskólann og 3 barna móðir. Já, ég heiti Sigfríður Inga Karlsdóttir og ég er ljósmóðir, starfa sem dósent hérna við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans. Já. Nú voru þið stollir að gefa út bók fósturmissi. Hvað kom til að þið skrifuðu þessa bók? Já, það eiginlega byrjaði svona hjá mér, þar sem að ég er að ganga í gegnum með 3. missi og það var ótrúlega erfitt. Ég man að ég var á Google, googlaði allt sem ég komst yfir og þá uppgötaði að það er rosalega litlar upplýsingar að finna. Það er rosalega lítið til að efni fósturhald. Þannig að ég var á Google, helsta sem ég fann voru einhverjar ritgerðir. Svo fann ég svona þegar að leið á og þá leitaði ég mikið í reynslusögur annarra. En þegar ég missi í fyrsta skipti að þá fer ég inn í hóp með konum í sömu stöðu. Það sem að við deilum allar sögunum okkar og vorum svona til að styðja hver aðra. Og ég fann það þegar ég lendi í þessu þarna í 3. skipti, 6 ára seinna, að ég leitaði rosalega mikið í þessar reynslusögur. Ég leitaði líka rosalega mikið í reynslubanka þessara kvenna. Og þá fór ég svona að hugsa svona hvað með allar hinar konurnar sem hafa ekki þennan reynslubanka til þess að sækja í. Þannig að þá fór ég svona að hugsa og greinilega engin annar búinn að bregðast við á þessum 6 árum sem liðu frá fyrsta fósturmissi og fram að þessum 3. Þannig að ég ákvað að taka þetta bara í mínar hendur og fara í þessa vinnu að koma þessum upplýsingum öllum á einn stað. Og það sem að ég býr svo vel að starfa við Háskólann á Akureyri, það sem að er hópur sérfræðinga, að þá fór ég svona að skoðaði sérfræðingan okkar á heilbrigðisvísindasviði og var að skoða svona hvaða verkefnum þau hefur verið að vinna að og sá þá að Sigríður Halldórsdóttir og Sigfríður Inga, þær höfðu svona kannski aðeins verið inn á þessu sviði. Þannig að ég byrjaði að hafa samband við Sigríði, hvort að hún væri tilbúin í þetta verkefni með mér og hún tók mér bara rosalega vel og var bara meira en tilbúin í það og skondi að því ég á með Sigfríði Ingu líka á listanum og svo kemur að fyrra bragði á Sigríði, eigum við ekki að reyna að fá Sigfríði Ingu með okkur í þetta. Þannig að við tölum við hana og hún tók líka svona vel í verkefnið og þannig fór það af stað. Þannig að þá fekk ég þær kannski svona svolítið, þær tóku svona kannski ábyrgðina á fræðilega kaflanum. Og ég var svona inni í þess með alla punktana eftir mína reynslu, mér langar að vita þetta og þetta og þetta og þetta og þetta. Þannig að ég var svona með puttana í því að mér finnst vanta meiri umfjöllun þetta, það áttir að tala svona. Og en ég var kannski meira í að safna reynslusögunum, en við unnum þetta allt svona saman að þær voru með hvaða reynslusögur við fengum og hvernig reynslusögur við vildum og ég með puttana í því hvaða fræðslu við settum fram. Þannig að þetta hafði raun ekki verið gert áður hér? Nei, ég allan fann ekki neitt sambarlegt engar reynslusögur nema bara reynslusögurnar sem ég fann bara í mínum hóp. Þannig það var einu reynslusögurnar sem ég rauninni fann og svo var bara einhverju bútar af fræðslu. Ef maður skoða meðgöngubækur til dæmis, að þá er mestalagi kannski smá neðanmálsgrein eða lítil klausa fósturmissi. Já. Hvernig fór svo þessi vinna fram?
Sko, fyrst og fremst hefur það náttúrulega verið Júlíu Ósk sem hefur dregið vagnin í þessari vinnu. En ég var afskaplega glöð með að hún skildi leita til okkar Sigríðar því að við höfðum líka þessa reynslu að missa fóstur. Og ég hafði unnið sem sagt meðfram minni vinnu hér í Háskólanum á Akureyri, þá hafði ég unnið sem ljósmóðir í meðgönguvernd og fæðingadeild í áratugi. Og bæði það að hafa upplifað sjálfur að missa fóstur og það að hugsa foreldra eða konur og kalla sem voru að missa fóstur, að það í raun og veru var til þess að mér fannst það sem að Júlía var að gera vera svo rosalega mikilvægt. Og alla mína rannsóknir meira og minna undanfarin 25 ár hafa verið reynslu kvenna af umhyggju og umhyggjuleysi í heilbrigðisstarfsfólks, af reynslu kvenna að takast á við fæðingu, af reynslu þeirra að takast á við sársauka í fæðingu og mér finnst að það þurfa að leggja meira áherslu á hvað í raun og veru hvers konar upplifun það að gangi í gegnum svona lagað. Og þessi heimur hefur bara verið falinn kvennaheimur og þó að konur upplifi þetta mjög misjafnt og karlmenn líka, að þá svona sameiginleg reynsla með þeim mörgum að margir upplifa sig ofsalega einir í þessari sorg. Þetta sorg einhvern veginn sem lítið talað og lítið viðurkennd og ég til dæmis reyndi svolítið að fá nokkra karlmenn til þess að segja sína sögu og það var afskaplega erfitt að fá þá til þess að segja sína sögu. Það hins vegar ein saga frá karlmenni í bókinni en svo hafði ég líka samband við karlmenn sem að sögðu mér að þeir gætu ekki, þeir fyndu ekki styrk til þess að setjast niður og skrifa sína sögu. Það væri einfaldlega svo sársaukafullt að þeir treystu sér ekki til þess. Sumir þeirra sögðu mér frá hvernig þessi reynsla hefði verið og þá kom fram að þeir í raun og veru upplifðu sig í svo miklu stuðningshlutverki við konurnar og þeir voru svo uppteknir að þeir vera sterkir sjálfir að þeir fengu aldrei tækifæri til þess að syrgja. Og einn til dæmis sagði mér frá því að eina leiðin fyrir hann til þess að fá útrás fyrir þessar tilfinningar og þessa erfiðu upplifun hefði verið að fara einn, keyra eitthvað út í sveit, leggja bílnum og fá að gráta. Að það var ekki viðurkennt og hann gat ekki leitað með sína tilfinningar til neins til þess að fá útrás fyrir þessa sorg. Þannig ekki bara sorg, það líka feimnismál. Já, algjörlega. Og það var einmitt sko, meðan vorum að vinna að bókinni, þá vorum við alltaf að opna augum fyrir því hversu mikilvæg hún af því að fyrst var þetta náttúrulega að hugsa bara sem fræðsla og reynslusögur, þetta væri einhver reynslubank sem hægt var að leita í, en svo náttúrulega tölum við líka hvað mikilvægt að opna umræðina. Að ég man líka kannski með þegar ég lendi í þessu fyrst, þá fekk ég bækling á Landspítalanum og ég man þegar ég las bæklingar og talaði að 1 af hverjum 3 konum lendir í þessu einhvern tímann frjósemisskeiði sínu og ég hugsaði bara 1 af hverjum 3, hvar eru allar þessar konur? Því að nú þekkti ég alveg talsvert mikið af konum en ég myndi kannski eftir 1 eða 2 sem höfðu einhvern tímann að tala þetta, en það var rosalega lítið tala þetta, en okkur fannst mjög mikilvægt að opna umræðina og svo kom líka að því að við hugsaum líka bókina, hún ekki bara fyrir þá sem að lenda í þessu, heldur líka þá sem í kring, að því að fólk veit oft ekki hvernig það bregðast við og þeir sem standa utan við koma oft svona ætla að vera umhyggjusamir og koma með eitthvað svona já, þú reynir bara aftur eða eitthvað, ætla að vera ótrúlega almennlegir en það er bara sárt að heyra. Þú veist að þarna bara verið í rauninni að gera lítið úr reynslunni sem maður að vinna úr, sem mjög erfið. Þannig að þetta ekki bara fyrir þá sem að lenda í þessu, heldur líka fyrir alla í kring og ekki síst líka heilbrigðisstarfsfólk, af því að það líka skín alveg í gegnum sögurnar sem við fengum að heilbrigðisstarfsfólk spilar rosalega stórt hlutverk í þessum sögum af því að umhyggja eða umhyggjuleysi þeirra getur alveg skipt sköpum með hvernig fólki gengur að vinna til dæmis úr sorginni. Sko, fyrir þá sem hafa ekki orðið fyrir þessari reynslu, fósturmissir þá ekki eins og missa barn. Það kannski ekki alveg hægt að segja þetta svoleiðis vegna þess að það svo ofsalega ólíkt hvernig fólk skynjar svona missir. Fyrir suma getur það verið að missa fóstur, fyrir aðra getur það verið að missa barn og hvernig sorgin brýst fram, hvaða tilfinningar koma upp bara alveg ofboðslega misjafnt og það hefur afskaplega lítið með vikufjöldan inn í meðgönguna að gera.
Og það það sem svo mikilvægt og ég vona að við komum því vel til skila í bókinni að allar tilfinningar eru eðlilegar og í lagi. Það engin mælikvarði á hvaða tilfinningar þú mátt sýna eða hvað eru eðlilegar tilfinningar eftir því hvort að barnið hefur verið komið 12 vikur eða 16 vikur. Að það ekki mælikvarðin, heldur virðing fyrir þessum tilfinningum sem að fólk upplifir, að það það sem að allir eiga í raun og veru að ganga út frá sem eðlilegum og svona hlut sem að bara á valdi hvers og eins sem upplifir hlutin að segja frá. Það má allt, það ekkert sem má ekki og ekkert sem ekki eðlilegt. Það að syrgja barnið, vonina, framtíðina með barninu, að það eðlilegur hluti. Í 2014 byrjuðum við fyrst að reyna að vera ólétt. Við vorum búin saman í nokkur ár, þannig að þetta fannst að vera svona tímabært. Ég hætti að getnaðarvörn bara þegar við ákveðum þetta og ég bjóst ekki við að verða ólétt alveg strax. Ég fór að fylgjast með egglosi og fylgjast með svona öllu því. Og þegar ég var ólétt þá kom það svolítið óvart af því að gerðist bara eftir 2 eða 3 mánuði eftir að við byrjum að reyna, en ég var búin að heyra að geta tekið alltaf ár eða eitthvað svoleiðis. Við erum strax mjög spennt. Við fórum að skoða alls konar barnavörur sem ég þurfti að kaupa og barnanöfn, við vorum bara komið með nafn og allt mikil spenningur í gangi. Við pöntuðum tíma hjá kvensjúkdómalækni síðan þegar ég átti að vera komin 7-8 vikur á leið til þess að fá að heyra hjartsláttinn og sjá hvort það væri ekki allt í lagi. Og við biðum mjög spennt eftir þeim tíma. Þegar við komum svo til hans þá fengum við smá sjokkerandi fréttir þegar hann sagði okkur að það væru 2 sekkir sem við byggumst ekki við. Það voru tvíburar sem sagt. Það voru komnir nestispokaðar en það var ekki neitt hjartsláttur. Og hann sagði þetta alveg algengt og okkur hefur kannski misreiknast aðeins hvenær getnaður hefur orðið eða eitthvað svoleiðis sem ég fannst samt svolítið skrítið að því ég var að fylgjast með egglosunum. Þannig að ég var pínur hrædd en hann sagði okkur að koma aftur eftir viku. Að ef allt væri í lagi þá myndi vera að koma hjartsláttur þá. Og þá tók við mjög löng bið, þessi vika var mjög lengi að líða og þá fyrst heyrði ég af duldu fósturláti. Ég hafði aldrei heyrt áður af því að ég var með einkenni. Ég var mjög óglatt og ég var þreytt og allt þetta típiska. Þannig að mér fannst bara eins og allt var í lagi. Þannig að þetta var svolítið stressandi. Við fórum aftur viku seinna og þá sagði hann okkur að það var ekki enn kominn hjartsláttur. Þótt að sekkurinn var að stækka, þá var bara engin hjartsláttur í hvorum sekkinum. Hann ráðlagði okkur að bíða síðan í viku viðbót og sjá hvort það myndi skila sér sjálft af því að það væri engin von núna. Ekki miðað við útreikninga allavega, það hafði átt að vera komin 9 vikur þarna á leið og ætti alltaf að vera komin eitthvað í hjartsláttur. Þannig hann sagði að þetta myndi skila sér líklegast bara á næstu dögum. Sem það gerði ekki, þannig eftir viku þurfti ég að fara upp á spítala og fá töflur til þess að hjálpa ferlinu. Það var mjög erfitt og mjög sársaukafullt, eitthvað sem ég bjóst aldrei við. Þannig já, það var fyrsti fósturmissirinn. Við ákvaðum að bíða aðeins með að vera ólétt aftur. Þannig að það leið 1,5 ár þangað til ég hætti að getnaðarvörn aftur og taldi mig vera tilbúna að reyna aftur.
Ég fór aftur að fylgjast með egglosi og það leið ekki langa tíma þangað til ég varð ólétt aftur. Við fórum í Stenssonar þegar ég var komin 6 vikur á leið og þá fengum við að sjá hjartslátt. Svo ég var ekkert stressuð. Mér fannst bara eins og þetta gæti ekki gerst aftur af því að það var hjartsláttur og það leit allt vel út, það var að stækka vel og svoleiðis. Og af því að við áttum sögu að missi það var aðallega læknirinn okkur að koma aftur eftir svona 2 vikur. Svo við bendum tíma og vorum bara spennt, sögðum fjölskyldunum frá og mikill spenningur. Síðan var ég í vinnunni einn daginn í byrjun desember 2015 þegar það byrjaði að blæða rosa mikið og voru svolítið verkir með sem að mér fannst ekki eðlilegt. Þannig ég hringdi á heilsugæslustöðina í bænum mínum og spurði hvað ég geti gert. Þær sögðu að ég ætti bara að fara heim og hvíla mig. Það væri mjög eðlilegt að myndi blæða í byrjun meðgöngu en ef fóstrið væri að fara þá gæti ég hvað sem ekkert gert. Ég bað að fá skoðun og sjá hvort það væri hjartsláttur ennþá af því að ég ætti sögu á missi og svoleiðis en þær gátu ekki hjálpað mér af því að það voru nýkomið nýtt tæki og kvensjúkdómalæknirinn sem sagt í mínum bæ var ekki til staðar til þess að skoða og engin annar kunni á þetta tæki. Og ég komst ekki til Reykjavíkur af því það var stormur og lokaður vegurinn. Þannig að það var mjög erfitt kvöld að bíða en ég vissi samt að það var að fara fóstrið af því að það var bara það mikið blóð. Ég fór síðan í skoðun og daginn eftir og þá var staðfest að hjartslátturinn væri farið. Við fengum töflur aftur bara til þess að flýta fyrir ferlinu en ferlið var alltaf að byrja, það var að byrja að losa sig og það var þá sem að farið. Við vorum ekkert farin að ræða að verða ólétt aftur. Þetta gerðist eins og segi í desember 2015 og strax í janúar fór ég að finna fyrir einkennum aftur og kom í ljós að ég var orðin ólétt aftur sem var gleðifréttir en það var samt svona svolítið stressandi af því við vorum ekki búin að plana þetta. Það var svona, ég vissi ekki hvað ég var komin langt þannig ég pantaði bara tíma aftur hjá kvensjúkdómalækninum mínum og hann staðfesti þá að það væri hjartsláttur, ég væri komin 6 vikur á leið og hann vildi fá mér aftur eftir 2 vikur. Og það svo 2 vikur liðu og ég var mikill spenningur, byrjaði ekkert að blæða, ég var með enginni, leið bara vel samt, þótt ég hafi verið pínu þreytt og svoleiðis. Og þegar ég mætti tíman hjá lækninum þá sagði hann okkur það að hjartslátturinn væri farinn. Líklega nýfarinn, þannig að það myndi bara fara að skila sér núna fljótlega fóstrið. Ég óskaði eftir upp á spítala að fara í útskaf til þess að láta skoða fóstrið hvort það væri allt í góðu. Af því að þetta var 3. missferinn þá er það oft möguleiki að fá smá aðstoð. Og sem var gert, það kom í ljós, það var ekkert að, engin litningagallar eða neitt annað. Og við fórum, foreldrarnir, ég og maður minn fórum líka í alls konar rannsóknir og ekkert kom út af því sem var bæði gott og slæmt af því að við fengum engin svör en það var líka gott að vita að það var ekkert að en þetta var bara eitthvað annað sem var að valda þessu. Við fengum númer hjá sérfræðingi á Landspítalanum sem myndi sjá okkur næstu við erum ólétt sem að gerðist bara þetta sama ár. Í apríl, maí 2016 var ég ólétt aftur og fórum við þá í skoðun bara strax og sáum að það voru aftur 2 sekkir. Það leit allt vel út og við fórum þá vikulega þangað til ég var komin 12 vikur á leið en á svona 9. viku þá kom í ljós að annað fóstrið var ekki að stækka á eðlilegum hraða og á 11. viku var hjartslátturinn farinn hjá því fóstri. En ég fæddi samt heilbrigða stelpu 2017, febrúar. Þegar maður er búinn að missa 1 fóstur, jafnvel fleiri, glæðist að manni svo grunur að það sé eitthvað að manni sjálfum? Já, það kemur alveg upp og ég held að mesta sem ég hafi fundið var kannski pössuðum við maðurinn minn ekki saman
hvort það væri bara ekki að ganga hjá okkur. Af því það var allt í lagi, en þetta var bara ekki að ganga hjá okkur. Þetta hafi verið versta tilfinningin. Já. En í þessu ferli, hvernig var þá stuðningur? Fenguðu góðan stuðning frá ykkar nánustu og vinum? Já, mjög góðan stuðning. Ég fór að ræða mjög opinskátt þetta eftir annan missinn held ég og komst þá að því að það voru rosa margir í kringum mig sem höfðu misst líka fóstur og ef ég nefndi það fyrra bragði þá voru margar konur sem sögðu mér alveg já, ég hef líka lent í þessu einu sinni eða tvisvar og það var huggun í því að vita að maður var ekki einn, bara alls ekki einn, það voru rosa margir sem lendi í þessu og móðir mín og systur mínar hafa lent í þessu líka og þetta algengara en maður heldur. Og var semst ekki talað þetta? Enginn af fyrrabragði hefur talað þetta áður við mig. Nei. Og það var held ég verst að líða, þegar maður var að gangi í gegnum þetta, að líða eins og þetta væri eitthvað hjá manni sjálfum bara og maður verið einn að gangi í gegnum þetta. Hvaða reynslu tekur út úr þessu ferli? Eitthvað hægt að segja það? Hvað meturðu mest þegar upp staðið? Svolítið erfitt að segja. Ég held að sé bara ekki hægt að gera í þessu og maður verður bara að vera rólegur og vera þakklátur ef það kemur barn að lokum og vera mjög þakklátur fyrir það. Og þótt að þetta gerist einu sinni þýðir ekki að þetta gerist aftur. Ég held að það sé gott að muna það líka. Og þið tvö stóðu alltaf saman? Já. Það var mikill stuðningur í manninu mínum og hann var alltaf tilbúinn að reyna aftur. Hann var held ég það sem hélt mér gangandi. Við vildum þetta bæði rosa mikið. Við vildum fá barn, þannig að það var mjög gott ef hann var að styðja mig áfram. Þótt þetta hafi verið erfitt fyrir hann líka. Já, það var mikill stuðningur frá honum. Já. Má ég spyrja, þið hætt? Það hefur alveg komið til tals að fá annað. Ég veit ekki alveg hvort það verði á þessu ári næsta eða hvað. Það tók alveg á meðgangan. Þótt að hafi skilað barni þá var þetta mjög stressandi. En jú, það kemur annað.